Ári, þá nú alvaran, aðalalvaran að hefjast. Já, heldur betur. Það bara fyrsti leikur á morgun og búin að taka góða 3 æfingar hérna. Þannig að það ég bara mjög spenntur að fara af stað, byrja þetta. Já, fyrsta heimsmeistaramótið og annað stórmótið sem þú nær með landsliðinu. Já, nákvæmlega. Það alltaf, fara á HM, það alltaf, þú veist, það bara ótrúlega spennandi og bara draumur, sko. Að fara sjálfsög á mót og það verður bara gaman, ég bara spenntur fyrir þessu. Já, þú kemur náttúrulega inn bara með fínt sjálfstraust og ganga vel í vetur. Þannig að það eru allar forsendur til þess að ná góðum árangri. Já, ekki spurning. Það hefur gengið fínt og ég bara spenntur að takast á við þetta eins og öll önnur verkefni og maður kemur bara klári í þetta og við erum búin að æfa vel og fengum 2 góða leiki. Fengum að sjá okkur þar og pröfa að spila og svo bara að byrja þetta og koma inn að fullum krafti og núna þurfum við bara að klára og það er bara þannig og ég hef engar áhyggjur af því, við erum það. Það er ekki nóg að tala um það verður að gera það? Nei, nákvæmlega, það er alveg hárrétt, svo það sína hlutina í verki og ég hef engar áhyggjur af að við munum, ég hef engar áhyggjur af því að við munum ekki gera það á morgun og þannig að það er klart mál að við verðum að gera, við erum vel undirbúnir og byrjaðir að skoða það vel og þannig að það er ekkert annað í stöðun að keyra á þetta. Þjálfarateymið hefur haldið ykkur vel á tánum? Já, ekki spurning. Það er bara, þú veist, þeir ætlast bara til þess að við séum klárir og séum einbeittir og fókuseraðir á þessu verkefni og við þurfum bara að láta hlutina tikka og halda áfram að byggja það sem við erum búin að gera og reyna bara að koma og gera hlutina vel. Aðeins að lokum, það eru nokkri leikmenn landsliðs Grænhöfða í að leiki í Portúgal. Eru einhverjir samherjar þínir í þessu landsliði eða einhverjir leikmenn Sporting úr þessu landsliði? Já, hann númer 5 hérna, Matt Milson Araujo, hann spilaði með mér í fyrra í Sporting. Ég held að hann hefði verið eitthvað 13 ári í Sporting og hann hefði spilað í Ístri í Frakklandi núna. En annars þeir eru nokkri sem spila allan í Portúgal og hafa verið að spila þar og það er alveg nokkuð kunnuleg andlit í þessum hópi eftir að hafa verið fyrir sunnan síðasta 1,5 ári. Þannig að ég spilaði nokkra af þessum strákum og kannast þessu við þá.